Hvað var að vera hérna í stafninu ykkur á flugdeginu? Já, við reynum að halda flugdag alltaf á miðju sumri eða á sólstöðum 21. júní. En núna var mikið að gera í öðru svona, það var bíladagur hérna á þessu tíma. Svoleiðis að við færðum þetta aftur eina viku og þetta gekk mjög vel. Við vorum mjög ánægðir með veðrið. Það var bara hæg norðanátt og fólki satt bara í stólum fyrir að vera sunnan í 20 stigi hita. Já. Og við reynum að hafa kynningu á því sem að gerast hérna í flugmálum og svo íslensku flugsögunni eins og við það getum. Við sýndum flugvélar, svifflugur, kjangslívélar. Gæslan alltaf stór hluti í þessu og þar kannski fremstur í flokki Sigurður Ásgeirsson flugstjóri. Hann bæði flýgur stóru þyrlunni og litlu þyrlunni. Svo hann með sveit sem kallað flugsveitin. Það gerir feikna mikið reik og hávaða og finnst það ekki leiðilegt. Þeir eru með 3 eða 4 vélar sem við fljúga þá í sem við kallað formation eða formflugi. Kannski þeir með fljúga þá í ákveðnum prógrammi með reik og hávaða bak við sig. Og svo varst þú með svifflug? Já, ég byrjaði í svifflugi þess sem ég fyrir ofan þig. Ég var 14 ára. Og ég ger engan hávaða, ég ger pínlegan reik. Já. Og reyna að halda takti við enskan vals. Og þá skilyrði frá mér að það má engin vél vera í gangi svo að trufla ekki myndans. Nei. Og þetta hægur vals sem Jón Hlöður skrifaði einmitt fyrir þetta og Edelstein hann spilaði á gítar, gerir þetta mjög fallega. Ég veit ekki sjálfur hvernig það skilaði sér músíkin en mér skildi það að vera allt í lagi. Já, hvernig leið þér þarna uppi? Með alla þessi áhorfendur fyrir neðan? Mér er alveg saman þá. Já. Mér bara lífið vel þarna. Já. Já, flugvél sem þolir þetta allt saman. Þessi flugu. Og þetta reynir svolítið á því. Því að þegar okkur fer í lúk og þá þetta farið líklega 3G. Þú hringir þreifalda hringrina þegar þú ferð í kringin. Já. Og þetta svolítið til átök, þannig að maður svitnar svolítið. Já.
flugsafni stendur að þessu flugdegi og þar núna, hann var nú primus motor þegar það var stofnað, hann Svanbjörn Sigurðsson og hérna núna stjórnarformaður Geir Hörður Geirsson og framkvæmdastjóri núna Steinu Steinsdóttir sem primus motor í öllu hérna. Það eins gott að vera ekki fyrir henni þegar hún byrjar. Og kynnar eitthvað fyrst var komið stundum Ómar Ragnarsson og talaði það vel, ruglaði svo á flugunum en það var allt í lagi, það var svo skemmtilegur og þegar hann ætti að koma þá kom gestur Einar Jónasson, hann kom svo ekki núna svo hann Þorvaldur Lúðvík, hann tók það sér og gerði það mjög vel að kynna því að hann það með þekkingu á öllum flugunum hérna inni svo hann gæti sagt af fullri vissu hvað var að gerast. En má þó ekki segja svona að lokum að við séum að halda upp á 25 ára afmæli? Svo var það. Svo ætlaði sá sem opnaði þetta hér á sín tíma, þá verðandi samgönguráðherra, Halldór Blöndal, studdi okkur alltaf vel, en hann fór á sjúkrahús þennan sama dag. Ég ætlaði nú að sækja hann, en hann komst ekki. En það var, tilefni var það að þetta 25. aldur, það 25 ára afmæli stafnsins. Og hann hélt þarna fyrstu ræðuna. Og þið eru bara rétt að byrja? Rétt byrjað.